Norrlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Það gengur mikið á í Fnjóskadalnum, þar verið að gera vegi í tengslum við Vaðlaheiðargöng. Til þess að verkið gangi samkvæmt áætlun nauðsynlegt fyrir verktakann að hafa stórvirkar vinnuvélar og síðast en ekki síst vanan mannskap. Viggo Brynjólfsson frá Skagaströnd ítu- og skurðgröfustjóri af Guðs náð. Viggo á 92. aldursári og hann lætur ekki sitt eftir liggja við vegagerðina í Fnjóskadalnum. Viggo keypti sína fyrstu ítu 1947 fyrir sléttum 70 árum síðan. Það var Caterpillar D4. Hún var nú húslaus, bara með þak yfir og var lítill. En þótti flott, væntanlega? Já, þetta var alveg nýtt þá, sko. Já. Þetta var gjörbylting alveg. Í hvaða verkefni varstu þá að vinna? Það var flugvöllur á Gufuskólanum sem var nýlagður þá. Hvernig stóð á því að þú fórst í þennan brasa? Það heillaði mig eitthvað vélarnar, sko, þannig það sem var. Að þetta var nú nýtt og það var bara heillaði mann. Bara til dæmis þegar glussin kom, var það ekki bylting? Glussi kom bara á fyrstu vélum. Hún var nefnilega með glussa, þessi litla vél sem ég var á fyrst, sko. Og þótti flott þá? Já, gríðarlega flott. Það var eitthvað lyfting á tönninu og... En sætið hefur nú ekki verið eins gott eins og á þessari? Nei, það var nú ekki gott, sko. Það var nú bara svona bekkur bara. Og og engin miðstöð og ekki neitt. Það var kalt oft í þessu. Og mikil hristingur? Já, mikil hristingur. Svona litlar vélar miklu verri upp á það að gera, að hristast. Það svo léttar og að dúa til svona. Þessar vélar svo þungar og svo þær með veltirúllum sem dregur úr hristingi. Þú ert hérna núna á stórri Caterpillar-vél. Það stundum sagt ykkur ítukallana að þið svona séu trúir vissum merkjum. Ertu Caterpillar-kall? Já, það hef alltaf verið það, sko. Og hann breyst svolítið seinna meir því það góðar vélar frá Volvo líka, mjög góðar. Sérstaklega hjólaskólar, það alveg frábærar. Viggo aldursforsetinn í hópnum og honum greinilega vel tekið. Minnistæðustu verkefnin sem að þú hefur unnið í þegar þú varst áttræður, veit ég, þá varstu á Kárahnjúkum. Já, þá var ég þar, sko, og endaði þar. Það náttúrulega minnistæðust verkin nú kannski bæði Strákavegur og Ólafsfjarðarmúlavegur. Það var nú engin vegur komið þá, sko, til Ólafsfjarðar. Lagði þú sem sagt Múlaveginn? Já, ég ýtti fyrstu breiddina yfir. Svo kom annar á móti frá Dalvík og mættust á miðri leið. Og ég man það keypti einhver brennivínsflösku og stilti henni upp á meðan kaflan sem var eftir og hann mátti eiga flöskuna sem var komin fyrst að henni. Hvernig var verklagið þá? Var sá vegur svona ýttur bara eftir auganu? Nei, ég held að það hafi verið gerða mælingar, sko. En það var svo skrítið í fjallinu öll, þar var rauð svona leirlag alveg eftir öllu fjallinu, sko. Og það var farið eftir því. En gilið sem þarna Ólafsfjarðarmegin, þú sem sagt lagði veginn þar þá? Já, það var nú búið að leggja veginn upp að gili, sko, þegar ég kom. En það var voðalega vont að komast, sko, þetta var komast fyrir, sko, þetta var svo þröngt.
að maður var haft að snúa vélinni svo mikið til á öðru beltinu, sko. En vinnan þín hérna 91 árs, svona, hvað hugsarðu þegar þú ert að ýta hérna? Bara verki, hvernig best að komast áfram í þessu. Þetta er nú mikil bara átt í þessu grjóti og hérna á reisting. Það er hérna, maður þarf að vera svona svolítið séður í þessu. Hvernig best að vinna þetta. Þetta er aldrei eins alltaf. Þú ert við góða heilsu? Já, svona þokkalega. Þokkalega heilsu, já. Viggó líst vel á æsku landsins og tiltekur sérstaklega íþróttalífið. Viggó spilar á harmoníku. Hann spilaði til dæmis undir hjá Kristjáni Jóhannsinni, stórsöngvara, þegar göng voru vígð á Kárahnjúkum. Og hvernig fannst þér að spila með svona heimsþekktum manni? Já, og gaman bara. Já, Sol og Mía. Og það hefur vantarlega verið góður hljómburður? Alveg viss, svakalega. Viggó er við góða heilsu. Heima á Skagaströnd á hann trilluhorn og sagan segir að Viggó sjái stórum hluta Skagastrandar fyrir fiskibollum. Hann segist lítið fylgjast með pólitíkinni en hefur Viggó íhugað að flytjast inn á öldrunarstofnun. Ekki ennþá. Ekki mig, ég get séð mig sjálfur. En þeir sem eru komnir á eftirlauna aldur en hafa heilsu til þess að vinna, það er nú ekki allir sem að geta gert það í raun og veru. Nei. Já, ég var orðinn 86 ára þegar ég hætti að vinna í raun og vinnu. Þegar ég fór á tryggingastofnunina. En finnst þér að fólk sem er komið á eftirlauna aldur ætti að reyna að vinna meira? Já, skilyrðislaust. Ég held að það sem væri mjög sniðugt. Bara heilsuna vegna líka og félagskapar og allra handana. En núna hérna í þessu góða og fallega veðri, þetta er nú ekki amalegt. Nei, það er það ekki, sko. Þetta er alveg dýrlegt búið að vera núna undanfarna daga. En sjálfsagt spyr nú einhver hvernig ferðu að því að halda þér svona unglegum bæði á líkama og sál? Ég held að sé bara að vera nú kátur og hress bara og hugsa færar hugsanir. Það sé langt best, sko. Og drekka og reykja? Já, ég hef nú reykt, en ekki, annars mér smakka vín, en ekki mikið. Eigum við ekki að segja bara, Viggó, að þú sést lukkuna pannfíll? Ég held það nú. Ég held að það sé rétta svarið. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.